Í Múlaþingi sameinuðust 4 sveitarfélög, Borgarfjörður Eystri, Djúpuvogur, Seyðisfjörður og Fljótsdals hérað. Þar eru íbúar 5.000 og sveitarfélagið sem var til árið 2020 stærsta sveitarfélag landsins af flatarmáli. Þar rótgróin menning og markviss uppbygging fjölbreytileikans í fyrirrúmi. Þetta allt ólíkir kjarnar og hafa sína sérstöðu og það var í rauninni bara lagt upp með það í sameiningarferlinu að hver byggðakjarni myndi halda sinni sérstöðu og við leggjum mjög mikla áherslu á það á okkar sviði að grasrót hvers byggðakjarna fái að dafna og blómstra á sinn hátt og haldi því áfram þó við séum sameinuð. Djúpivogur hefur auðvitað Sittarsló stimpilinn sinn og þar auðvitað mikið hæglæti og rólegt líf. Við hömpum því og fögnum því að þar geti fólk farið á sínum hraða. Borgarfjörður Eystri bara einstakur, það ekkert hægt að eiginlega lýsa honum. Þeir vita sem vita. Seyðisfjörður kominn langt í menningarflóru og listaflórunni með öflugum stofnunum og svo Egilsstaðir þjónustu samfélag þar sem eru öflugar og sterkar stofnanir og kannski stærstu stofnanirnar á mörgu leyti. Það hafa örugglega gegnum árið þróast hátíðir eða viðburðir. Ætlið að leyfa því öll að halda sér? Já, bara hvetjum eindregið til þess að þessar öflugu hátíðir, bræðslan, Listiljósi, Lunga, haldi sér. Hammondhátíðin á Djúpavogi. Þetta allt öflugar hátíðir sem draga til sín gesti og athygli og bara eru í rauninni ekki síst fyrir íbúana frábær vettvangur til þess að koma saman og njóta. Það talsvert uppskeruhátíðir alltaf á haustin. Farðu aðeins í það, hvað í gangi? Það nefnilega ekki bara sumrin sem eru öflug hérna fyrir austan. Haustin eru ótrúlega gróskumikil. Þar höfum við uppskeruhátíðir eins og haustróð á Seyðisfirði. Haustróði uppskeruhátíð og markaður þar sem að íbúar og aðrir gestir geta komið og tekið þátt. Við höfum fasta viðburði eins og markaðinn sjálfan og sultukeppni sem geysivinsæl. Mælum með hún þess virði til þess að heimsækja ein og sér. Svo hefur þetta þróast og breyst og orðið kannski ákveðin hefð fyrir því að fólk fari í geymslur heima hjá sér og tíni alls konar kompudót og ónotaða kjóla og jakkaföt jafnvel og selji. Austfirðingar hafa lagt ríkari áherslu á að kynna matarmenningu svæðisins og nýhafið verkefni sem nefnist Matarauður Austurlands sem Austurbrú leiðir og heldur utanum. Við erum með ofboðslega frjótt fólk sem duglegt að hugsa út fyrir kassan og á í rauninni háu plani með sínar hugmyndir og ég held að getum bara verið mjög stolt af því hvernig fólk og fyrirtæki hafa í rauninni haft stað í þessa skemmtilegu vegferð sem að matarmenningin á svæðinu Og þið gleymið ekki börnum? Heldur betur ekki. Börnin eru þetta þungamiðjan í okkar lífi allra og við viljum í rauninni gefa þeim gott samfélag að búa í og hluti af því barnamenningarhátíð Austurlands, Bras. Við brösum mikið á brasi og í sveitarfélaginu Múlaþingi verður fullt að vera í kringum það. Við bjóðum upp á bæði lokaðar smiðjur sem fara inn í skólana og svo bjóðum við líka upp á opnar smiðjur og til dæmis verður sveitarfélagið með opnar smiðjur í öllum byggðakjarnum sem eru með þeim Rán Flýring og Elín Elísabet. Þær verða með fuglasmiðjur og þetta eru opnar fjölskyldusmiðjur sem allir geta tekið þátt í. Og þetta snýst allt það að gefa börnum vettvang til að skapa og taka þátt á sínum forsendum. List og þáttaka í listum og menningu þetta kannski ákveðið uppeldi og við viljum bara byrja með börnunum okkar og gefa þeim þennan vettvang. Ef við horfum til Múlaþings eftir 10 ár, hvernig myndirðu vilja sjá þetta þá? Barnamenningu. Menninguna bara í heild sinni? Á okkar sviði, á menningarsviðinu í Múlaþingi, við leggjum gríðarlega áherslu á
að efla grasrótina, efla það sem að gott gert og ég sé okkur bara gera einhverja frábæra hluti áfram í samvinnu við þetta öfluga lista- og menningarfólk okkar í sveitarfélaginu.